Sælir kæru hlustendur, þetta hlaðvarpið Litli Mallakúturinn og ég heiti Gunnar Ásgeirsson. Gestur minn í dag Rafn Heiðar Ingólfsson, matreiðslumeistari eða Rabbi eins og hann gjarnan kallaður. En Rabbi ólst upp á Fáskrúðsfirði hjá ungri einstæðri móður. Árið 2008 flutti hann til Danmerkur og það var einmitt þá á meðan hann bjó þar úti sem hann fór í magahjáheitu í gegnum danska heilbrigðiskerfið. Ég mjög spenntur að spjalla við hann Rabba og spyrja hann aðeins út í þetta. En Rabbi fyrsti viðmælandinn sem ég spjalla við sem að ég fer í aðgerð í öðru landi búsettur þar og fyrir það bara gegnum allt heilbrigðiskerfið þar. Þannig að mjög spennandi að heyra hvernig þetta þar í Danmörku. Ég minni svo aftur á netfangi hjá mér gunsi.is eða bara Instagramið sem gunsi.is ef þú vilt senda mér einhver skilaboð eða jafnvel bara koma og segja þína sögu hér í þessum þætti. Og kannski ágætt að taka það fram líka að ég hef fengið posta frá fólki og fólk að spyrja hvar stúdíóið og svoleiðis. Öll viðtöl sem ég hef tekið upp hérna hingað til öll bara remotely, þannig fólk situr bara heima og svo tölvunni sinni þar. Þannig að þessi viðtöl öll saman án staðsetningar. Fólk bara situr heima á sér í sínu þægilega umhverfi og spjallaði mig gennum sína tölvu. En þá að málum málana, hér viðtalið við Rafn Heiðar Ingólfsson, Rabba. Rafn Heiðar Ingólfsson, kærar þakkir fyrir að hafa samband og vilja segja þína sögu. Þetta 17. þátturinn og þú karlmaður númer 2. Já, númer 2. Það greinilega ber ekki mikið á því að þeir þurfa á þessari þjónustu að halda. Nei, það virðist ekki vera. Konur hafa verið miklu duglegri að hafa samband og vilja segja sína sögu sem frábært, en það vill einhvern veginn að hljóma svolítið þannig eins og þetta sé ekki vandamál hjá karlmönnum. Nei, sem eiginlega náttúrulega ekki staðreyndin, en takk fyrir að taka viðtal við mig og takk fyrir að leyfa mér að taka þátt í þessari umræðu sem svo sannarlega á heima á ljósvakamiðlum vegna þess að þetta er vandamál sem ekki bara með okkur sjálfum, þetta er bæði landlægt og alþjóðlegt vandamál. Já. Eða sjúkdómur öllu heldur eins og ég kýs að kalla það. Já, algjörlega. Þú kallaður Rabbi. Já, hver Rabbi? Hver Rabbi? Rabbi, hann í gær 49 ára gamall karlmaður, fæddur og upprunninn á Austurlandi. Hann kemur það. Þakka fyrir það. Og elst upp hjá einstæðri móðir sem á mig unga aldri, tæplega 16 ára gömul. Já. Á þá föður sem er búinn að mynda sína fjölskyldu þarna á staðnum bara nokkrum mánuðum seinna og ég var svona í ágætis sambandi þangað þannig séð en bara þau eru unga aldri þegar þau eignast mig og menn bara uppteknir í sínu eins og gengur og elst nú svona miklu leyti upp í höndum ömmu og afa heitina. Já. En æskustöðunar Fáskrúðsfjörður, svo það sé tekið fram til 16 ára aldurs. Já. Áttu góðar minningar þaðan? Ég á blendnar tilfinningar úr æskustöðunum, skulum við segja. Já. Ég veit ekki hversu náið ég á að fara út í það, en eins og þú kannski last til í grein sem var skrifuð mig, þá fylgir því svona, já, það fylgir því svolítið challenge að alast upp í húsum þar sem óregla og þar á þessum árum þegar mann að mótast að þá taka mann með sér ákveðin vandamál og ákveðna upplifun sem að verður til þess seinna meir að ég fer að bæla niður einhverjar tilfinningar eða já, eitthvað innra með mér með því að fela mig á bak við mat og borða það mikið. Já. Svo ég fari nú stuttulegin að því. Það svo sem var rosa mikið umræða á mínum æskustöðum að mamma ung og það alltaf allir að hugsa línurnar frá þessum árum rétt bara eins og gengur að gerist ennþá þetta í dag. Það allir að prófa hinn á þessa
meðurinn á kúra og annað slíkt og ég man eftir því bara ungur árum og mamma var að passa línurnar og prófa hitt og þetta og fór í vigtun og svo vissi ég nú ekki betur en ég var komin í vigtun upp á heilsugæslustöð því að ég var svona frekar þéttari kantinn þó ég hafi ekki verið feitt barn sem slíkt. Það ekki fyrir en svona upp úr fermingar árunum að ég fer að vera feitur í þeirri merkingu sko. En var alltaf svona kubbslega vaxinn og sterkur bara, ef ég á að segja sem svo. Já, ég var hraustur, ungur drengur. Og en eitthvað mótar það að ég fer að fara í vigtun eitthvað kannski þyngri heldur en strákarnir í bekknum þarna í skólaskoðunum öðru slíku og það sennilega brugð á það ráð að fylgjast eitthvað með mér þarna en ef ég horfi bara myndið tilbaka þá ekkert óeðlilegt við mitt vaxtarlag þegar öll eru botnum hvolft sko. Það gerist svo, það gerist ekki svona í kringum það sem að ég fer að byrja í matargerðinni, ég byrja að læra til kokks, til matreiðslu þegar ég hvað, 17. aldursári, eitthvað svoleiðis. Og þá hætti ég svolítið mikið að hreyfa mig, ég var á kafi í fótbolta og öðru slíku og frjálsum íþróttum í barn og þegar ég svo fer í matreiðsluna þá legg ég íþróttirnar á hilluna og þá fer nú að taka við svolítið öðruvísi lifnaðarháttum, maður sísmakkandi og aldrei svangur rétt á meðan maður á vaktin, það voru langa vaktir og svo þegar maður komið heim að þá kannski fór maður að elda sér að því að þá fóru garnirnar að gaula. Lóksins þegar maður róaði sér niður og settist niður og þá var maður orðinn svangur og þá fór maður að éta og hvað það versta sem maður gerir? Það að éta sér fullan og saddan rétt fyrir svefninn. Já. Þannig þetta svona leiddi eitt af öðru skulum við segja, sko. Það myndir að segja að þú talar þetta og deyfðir einhverja tilfinningar með mat, það kannski þess vegna sem þú heldur bara áfram með þá og ferði í matreiðslu, eða? Já, það svo aftur góð spurningunar. Ég hef svo sem ekki endilega leitt hugan þangað nema, sko, ástríða í mat var bara í rauninni frá blautu barnsminni sko. Það minnast þessum margir þegar amma var að steikja kleinurnar í gamla daga að hún hafði vart undan að rífa þær upp úr steikafeitin að þá voru þær komnar í andlitið á rabba og jafnvel mjólkurferna í hinni hendinni sko. Þannig mér þótti alltaf gott að borða góðan mat og ég veit ekki og hafði líka gaman af því að elda vegna þess að mamma mikið í burtu í mínum uppvaxtarárum þannig að ég fer til að snemma inn í eldhúsið einn að svona fikra mig áfram til þess að fá mat að bita og svo var ég líka komin í það bara að vorkenna henni, hún hafði stutta matatíma þannig ég var farin að útbúa einhvern mat í hádeginu og öðru slíku þegar ég í grunnskóla þannig að ég var fyrr heim úr skólanum en hún úr vinnunni til þess að geta kannski búið okkur til eitthvað í matinn og þannig að það nú svona kannski undanfærin að því en hvort að sko það að ég hafi verið að bæla með tilfinningar með því að borða og fara þeim sökum í matagerðina ég hef svo sem ekki en almennilega hugsað eða greita til lítar sko, ég veit það ekki. Nei. En nú ég 12 árum yngri en þú, þannig að það aðeins rúmlega áratugur á milli. Hvernig var sko í skóla og svona, þannig að við erum báðir að þeirri kynslóð það voru ekki komnar tölvur og neitt áreiti frá svona samfélagsmiðlum eða svoleiðis. Hvernig var samt svona bara skólakerfið að vera vera stærri en aðrir ég fann ekkert fyrir þessu hvort skóla eða íþróttum eða slíku vegna þess að ég stundaði allar íþróttar miklu kappi og ég tók þátt í fótboltaliðinu Leikni á Fáskrúðsfirði og ég var fenginn til þess að keppa frjálsíþróttamóti þó ég væri ekki að æfa það neitt vegna þess hversu kannski öflugur ég var bara ég var ungur farinn að vinna og ég var kappsamur
og ég vann mikið til verðlauna í íþróttum og annað slíkt á þessum árum. Þannig að ég var mjög aktífur og brennslan vonaði sem betur fer mikil, enda var ég að borða mikið og hollt og óhollt, já, myndi segja svona því ég horfði tilbaka. Það var frekar óhollt sem að maður borðaði, en sennilega sögum þess hversu mikið ég hreyfði mig, að það var ástæðan fyrir því að það hlóðst ekki utan mig spik eða fita eða neitt slíkt, en ég var þekvaxinn ungur drengur, já. Svo líður og býður og þú útskrifast sem matreiðslumeistari og ferð að vinna bara við það alveg? Já, ég útskrifast, sem sagt, ég byrjaði námið þegar ég knappt 17 ára gamall. Ég útskrifast 97 sem matreiðslumaður, já, seinni matreiðslu og þá hef ég minn svona áframferil innan þessa geira. Er ekkert nánast að hreyfa mig þarna með þessu. Það gerist svo ekki fyrir einhverjum, ég segi nú ósatt með það, Gunnar, það slitnar upp úr námssamningi hjá mig þegar ég er búinn að vera 2 ár námssamningi og þá er ég einmitt búinn að vera að hlaupa reglulega, sko, þarna í uppsveit Hafnarfjarðar, þar sem að ég hljóp inn í Kaldársel og þangað og var að hreyfa mig alveg þar, sko, en já, ég fer að vinna í matreiðslunni og ég er að byrja barnseignir þarna og þegar ég er útskrifast þá er ég komin með 1 barn, frumburðið minn strák og annað á leiðinni. Ég útskrifast þarna 97, næsta barn er 98, svo á ég 3. barn 2001 og 4. barn 2003. Já. Þannig að ég á 4 börn, yndisleg börn sem eru búin að gera mig að afa í dag, ekki öll þó. Þannig að meðan þú ert starfandi í matreiðslunni og ert að smakka og svona, en þú ert ekkert mjög upptekinn af því að vera í einhverjum kúrum og átökum og svoleiðis þá, fólk er oft mjög upptekið af þessu? Jú, svo líður og býður. Mörgum ár seinna þegar ég er komið með öll 4 börnin og svona, þá fer ég að prófa danska kúrir og ég prófa Herbalife. Ég næ alltaf bara frábærum árangur af því að ég er kappsamur, skilurðu. En sko, það sem ég gerði kannski á 3 mánuðum eða 4 mánuðum, það kom á mig á 1,5 mánuði eða helmingi styttri tíma aftur, skilurðu. Þannig að óhemjugangurinn í mat og svo seinna með drykk er bara algjör. Þannig ég er bara svolítið stjórnlaus frá uppvexti og fram á mín efri ár, sko, eða fram á miðjan aldur, skulum við segja, ekki efri ár, ég hef ekki komin efri árum sem betur fer. Sko, hvenær manst þú eftir því fyrst að það væri hægt að fara í svona efnaskiptaaðgerð ofþyngdar? Ég var bara eiginlega ekkert meðvitaður það þegar ég er svo kominn til Danmerkur, ég flytti til Danmerkur 2008 og þá fer ég svona að heyra af þessu og ég var svona búinn að leita bæði lækna og sálfræðings og geðlækna og annað slíkt yfir því hvað ég væri dapur og annað slíkt og sveiflóttur í skapi og hvað má kalla það svo sem, en það, sko, þá fer ég svona að tengja við, þetta nú kannski vegna þess að ég er orðinn of þungur þarna og ég spring nú svo svolítið út bara eins og blóm í haga, þarna áður en ég flytti til Danmerkur og svo bæti ég gráðan svart þegar ég flytti til Danmerkur, en ég kem inn á það seinna hvers vegna það svo er, en matur var alltaf svona stóri skammtar og ég er orðinn þreyttur á þessu, hvernig ég er bæði í skapi og depurð og annað slíkt og ég fer að tengja þetta við þetta sé mögulega ofþyngdin og þá hugsa ég hvað get ég gert í þeim efnum því ég var nú búinn að prófa að vera þessi, eins og ég kýs að kalla það, bara fullir virðingu fyrir því að ég kalla mig og hef kallað mig að ég var þessi jójó feitabólla eins og svo margir hafa orðað á. Og búinn að taka mig mörg kíló og fylla á tankinn aftur og þannig að ég fer svona aðeins að lesa mig til í Danmörku og hvað þetta er ráða og það er svolítið nýtt á þessum árum þessi gastric bypass aðgerð. Já. Og ég set mig í samband við lækni einmitt í Hopro þar sem ég var búsettur og
og hún segir sko að ég sé of vel á mig komin líkamlega til þess að fara í þessa aðgerð. Ég sé ekki farin að feila í hnjám eða mjöðmum eða baki eða öðru slíku, að ég hafi ekkert í þessa aðgerð að gera. Og ég með þrjósku minni og ég kýs að kalla ákveðni frekju líka segi við lækninn að ég hlusta ekki á svona laga, því að sko annarkvort fá ég að fara í þessa aðgerð því ég sé búin að prófa marga kúra eða ég verði einfallega bara að bakkja á danska heilbrigðiskerfinu. Já. Og það sé þá verið í raun að bíða eftir því að hnén mjöðmurnar bakið og allt þetta fari að klikka, þannig að ég fari að vera bara byrðið á danska kerfinu og ánýtist einhverja efna sem ég þarf að gleypa til þess að halda niðri verkjum og öðru slík, og ég vilji það ekki, ég vil ekki fara þangað. Einmitt. Og það þá þannig út í Danmörku að þarf fólk að vera orðið bara einmitt, bara með stóðkerfið í rugli og svona til þess að... Já, miðað við þetta sem ég fæ þarna í þessu spjalli við lækninn, sko, og þá virðist það vera staðan að menn þurfa að vera actually orðnir bara svolítið sjúklingar áður en að þeir fá að fara þangað. En það líður og býður. Ég bið hana að endurskoða sitt mál og óska eftir tíma viku seinna eða eitthvað svoleiðis þegar ég kem til hennar, og hún segist hafa haft samband við private hospital í Vejle mig, og sem sagt þetta sé að ég fá að fara í þessa aðgerð gegn þeirra skilmálum. Já. Og skilmálarnir á þessum tíma þegar að þeir setja sig svo í samband við mig eru þannig hljóðandi að ég varð að sýna fram á það sjálfur með því að hausinn væri komin á réttan stað, að ég yrði að létta mig á eigin forsendum 10% af heildarþyngd. Já. Og því var háttað þannig að ég hringi inn tölurnar þegar það verður ákveðið að ég fái þessa aðgerð, og svo verði ég að hringja inn nýja tölur viku fresti, en ég verði svo bara að finna lausnin á því, og eftir á að hyggja og hún sagði með það næringafræðingur, það var til þess að höfuð myndi fylgja kviði, skilurðu. Já, og þið treysta því alveg að fólk bara hringi og segi satt rétt frá? Já, því að sko, svo sem sagt, já, og því að það þýðir í rauninni ekkert að fara með einn ósamvindi vegna þess að þegar þú hringi svo inn tölurnar og þau sjá tölurnar lækka, þá gefinn aðgerðadagur eða viðtalsdagur öllu heldur. Já. Og þú ferði viðtal og svo færðu bara, ef þú nærð þessu tilsetta árangur, þá færðu bara aðgerðin nokkur dögum seinna. Já. Þannig að hljómar svona, þetta nokkuð ólíkt allavega því eins og þetta hérna á Íslandi með eins og Reykjalund og allt það, þannig að þetta ekki svona beinlínis prógram að svo þú ferð inn með einhverjum hóp? Nei, alls ekki. Þarna fer ég bara inn á eigin forsendum, og ég fer inn á þeim forsendum að ég sé búin að undirbúa mig andlega fyrir það, og með því móti að einmitt taka á þessum 10% til þess að fá hina hjálpina. Já. Sem og verður vegna þess að, eins og ég sagði það, ég var kappsamur maður, ég þurfti að losa mig við þarna 10% af þessum tíma eru rúm, 14 kíló, tæp 14 kíló, og ég spurði því hvað ég ætli að taka langan tíma í það, og ég hugsa með mér með það að ég var búin að taka með mörgu sinnum 20 kíló á einhverju kúrum, og ég var bara góður með mig og segist að taka bara 1 kíló á viku, ég verði komin til þeirra eftir 13 vikur, og þeim fannst það mjög raunhæft. Segja bara nei, þetta gengur ekki svona. Hvað ætlar að taka langan tíma í þetta? Ég var að segja það, sagði ég, og bara með þrjóskuna, ég ætla að taka 13 vikur í þetta. Já. Svo sem sagt hringi ég eftir 11 vikur, þá er ég búin að taka mér þessi 13 kíló. Já. Og ég fæ að koma í viðtal, kem á vigtin og sýna og sanna það að vigtin stóðst, og ég fæ bara grænt ljós 2 dögum seinna á að koma í aðgerð. Já. Þannig þetta tekst, þú tekur að þessi kíló og þetta átti að vera
þeirra mælikvarða á hausinu væri að fylgja með og svona en fékkstu aðgang að einhverjum var einhverjir sálfræðingar sem ræddu við eða eitthvað svoleiðis í þessu ferli eða Ekki sálfræðingar, nei. Það næringafræðingur sem að tekur við mér, það læknir sem tekur við mér og ég fræddur alveg út í hið óendanlega það að þarna sé aðgerðaferðinni sem að frekar nýja nálinni og það sé ekki komin nein svona engar haldbærar rannsóknir á það hver niðurstaðan eftir x mörg ára enda aðgerðin ekki búin að standa lengi yfir eða ekki vera í framkvæmd lengi hérna á Norðurlöndum þegar ég fer í hana. Og ég fæ bara upplýsingar það hvernig sé best að undirbúa mig áður en ég kemur aðgerðina og svo framvegis. Ég fer bara algjörlega eftir bókinni. Já. Ég ákveð með mína þekkingu að matagerða að útbúa mér í desilítra mál, bara desilítra skammta inn í fristi af alls konar mauksúpum og soðsúpum til að byrja með og mauksúpum svona til þess að til þess að því að soðið það fyrsta sem maður kemur niður eftir svona aðgerð og svo það maukið og þú þekkir þetta nú svona kannski. Jú, einmitt. Þannig en ég fer algjörlega eftir bókinni hvað þetta varðar og ég fer í gegnum aðgerðina og ég man það að sko ég var varaður við því að reyna ekki að fara út í mataræði sem að ég var vanur, feitmeti og rjómi og smjör og allt þetta dót vegna þess að það myndi geta fyllt í alveg gríðarlegu sársauki og svo raunin, það voru það sem þeir kalla dumplings það verður einhver viðsnúningur í maganum ef maður fær þessa feitmeti fljótlega eftir og því fylgja ofboðslegir kviðverkir og svitakóf gríðarlegt. Já. Og á þessum tíma ef þú ferði í hjáveitu byrjaði að gera eitthvað fleiri aðgerðir þessu ermi eða eitthvað annað þarna eða er þetta bara sama tíma að fóru hvernig allir í hjáveitu fyrst hérna á Íslandi en svona meira komið eftir það? Ég hafði aldrei heyrt ermi, magaermi og ég þekki ekki greinamuninn á þessu en þetta í dag þegar ég fer í þessa aðgerð. Nema þegar ég flytt svo til Íslands 2014 aftur þá ég farin að heyra einhverja ermi og eitthvað og svo náttúrulega bara núna upp á síðastliðin ár þá virðist þetta vera bara tískubylgja. Það allir fara í ermi en það virðist ekki vera eins og ég upplifa það. Það virðist ekki vera að það þurfi að fá hausinn til þess að fylgja með. Það sé bara, ef þú átt peninga þá getur bara keypt þessa aðgerð og svo sé bara allt blessað og gott og blessað, skilurðu. Já, það er allavega hérna á Íslandi, það er hægt nefnilega einmitt að borga sig í gegnum svona á einkastofu eða fara í gegnum bara sjúkratryggingar og þá náttúrulega Reykjalundur eða eitthvað svoleiðis. Já. Þetta var væntanlega hægt út í Danmörku líka að bara kaupa sig gennum aðgerð en veistu þess, eru þeir eitthvað strangari samt? Getur hver sem innan gæsalappa bara borgað fyrir aðgerð? Ef þú ætlar að fá danska heilbrigðiskerfi til þess að borga þetta þá þarftu að vera orðin obese eða BMI-stuðullinn þarf að vera orðin mjög hár. Já. Og ég man það að stuttu eftir að ég fæ aðgerðina þá var BMI-stuðullinn hækkaður. Þú sér það að ég skuli fá þetta greitt af danska ríkinu þýddi það að ég var orðin 140 kíló og ef ég tæki mið af breytingunum sem áttu sér stað að BMI-stuðullinn hann var hækkaður þarna fljótlega eftir að ég fæ aðgerðina þá hefði ég þurft að vera komin yfir 160 kíló til að fá danska kerfi til að borga aðgerðina. Já, það er ímyndar hvað þetta er rosalegt stökk. Já, heldur betur þú talar líka hann að þeir ætluðu nú ekki að hleypa þér í þetta fyrst að þú varst ekki með nógu lasta stóðkerfi og illaðu komin og að maður sé ekki nógu illaðu komin ef maður er 150 kíló það er nú að vera orðin bættun á 10 hérna til þess að við hérna til þess að 20 í rauninu ég þarna bara alveg á mörkunum
Ég rétt komin yfir mörkin að þeir borgi. Ég komin á þann stað að þeir borgi. En það virtist ekki vera nóg. Það voru of margir sem komast auðveldlega á þann stað að vera orðnir 140 kíló og svo að þeir fengi þetta niðurgreitt. Þannig að danska ríkið ákveður að hækka stöðurinn. Já. Til að draga úr kostnaði ríkisins á aðgerðum vegna stærðar á fólki, ofstærðar. Já, nú af augljósum ástæðum það hefur þú nú kannski ekki samanburðin á því að fara í svona aðgerð á Íslandi og í Danmörku, en hvernig fannst það svona ferlið almennt í Danmörku með þetta? Sko, nú hef ég bara aðeins hlerað hver eftirfylgnin hérna á Íslandi eftir svona aðgerðir og þarna alveg gjörólíkt svona eins og ég allan hafi heyrt það vegna þess að ég er látinn koma eftir aðgerð á 4 vikna fresti næstu 3 mánuði í tékk og tékku á sárum, skipta á sárum og svo framvegis. Þegar 3 mánuðir liðnir þá kem ég aftur að 6 mánuðir liðnum, þegar 6 mánuðir liðnir þá það ár og svo á ársfresti þangað til 3 frekar en 4 ár úr liðin sem að ég er í eftirfylgni. Já, og þetta er eftirfylgni bara með það í huga, það verður að fá þig þarna að þú varst í svona aðgerð, þú ert ekki að koma bara einhverja blóðprufu og fer síðan heim. Nei, bara ekkert svoleið. Þú veist, jú, það var tekið blóðprufur og annað slíkt, skilurðu. En þetta var bara konseptið, ef ég má segja konseptið, eða þetta var uppskriftin af því hvernig þeir vildu fylgja mér eftir. En svo þegar ég útskrifast, þá er ég áfram bara með aðra handbók hverju þeir mæla með, þú veist, í sambandi við mataræði, í sambandi við að fylgjast með bara líkamannum áfram, bara rétt eins og við förum með bílinn í smurningu og þá setja þeir þetta bara upp svoleiðis. Það er gott að fara í tékk á árs eða 2 ára fresti, láta mæla þetta. Og núna er orðin sko, hvað segi ég, fór ekki gegnum þess að 2011, þannig að það er orðin 13 ár síðan og ég er búinn að fara reglulega alltaf í skoðun síðan. Og ég er núna til dæmis bara nýbúinn að vera í tékki og þetta hefur gert það að verkum að stundum hefur komið í ljós og mig vantar járn í líkamann, þá tek ég járn í ákveðinn langa tíma, er í föstu sambandi við minn heimilislækni, það hefur komið í ljós og mér vantar D-vitamin, þá tek ég það. Þú veist, þetta er bara til þess að ég fúnkeri rétt, að ég geri þetta. En svona fljótlega eftir aðgerðina, hvernig svona leiðir bara þegar þú varst í öllu þessum sko fljótandi og maukvæði og svoleiðis? Nú er þetta náttúrulega svolítið langt síðan Gunnar, en ég man alveg vel eftir því hvað þetta var skrítið að magasekkurinn væri bara orðinn fullur eftir desilítra af einhverju soði og svoleiðis og mér var gert grein fyrir því bara í bæklingu sem fylgdi að þú veist, ef ég ætlaði að fara að reyna að þvinga mig í að borða meira heldur en actually líkaminn sagði til að þá mætti ég að það hættu að magasekkurinn færi að stækka aftur og það var mjög að gera grein fyrir öllu því sem gæti gerst. En mér var líka að gefa skýrskilaboð hvað er best að gera til þess að viðhalda árangrinum sem að ég klárlega náði að nýta mér betur heldur en að fara að stækka inn í magasekkin. Ég er ennþá tiltölulega óbreyttur. Jú, ég hef nú aðeins tekið á mig en það er líka bara allt í lagi. Ég mátti alveg taka aðeins á mig aftur því að ég var svolítið bara eins og sjúklingur þarna á 10 mánuðum eftir aðgerð og ég á myndir alveg sko á mánaðarfresti frá aðgerð sem að hægt er að sjá hver breytingi verður á mér líkamlega sem sagt visuált sko. Já, einmitt, það er alltaf talað það líka og það er náttúrulega bara þannig að fólk léttist fyrst of mikið, fólk fer of mikið niður og svo jafnar þetta sig að það Já, það er eins og líkaminn stoppi bara þegar hann segir þinn rétti BMI stöðull komin og þá er eins og líkaminn stoppi og þá tekur uppbyggingin sér stað í rauninni, þá þarf maður að fara ná í vöðvamassan aftur og þetta sko. Maður fær ekki rönd fyrir reist þessa fyrstu 10 mánuði eins og ég upplifði það. Nei, nákvæmlega. En svona núna þegar þú hugsaði tilbaka, við svolítið síðan þetta var svoleiðis, en varstu bara sáttur með það hvernig danska heilbrigðiskerfið tók á þessu, undirbúningur og allt það?
Já, klárlega, mjög sáttur. Mér fannst þetta virkaði fyrir mig eins og þeir settu þetta upp og hef lítið kynnt mér þetta sem að hefur átt sér stað hérna á Íslandi en það sem ég svo sem kannski teki hvað mest eftir í umræðinni það hvað þeir sem fara í þessa aðgerð og jafnvel kosta sér sjálfur inn í þessa aðgerð ætlast til að heilbrigðiskerfið geri fyrir þau. Já. Skilurðu? Þá ég að tala hérna, þú veist, af hverju var ekki hringt í mig og mér sagt að koma í blóðpröfu? Af hverju ekki hringt í mig og sagt að ég ætti að koma og tjekka á hinu eða tjekka á þessu? Þú veist, ég minnist þess ekki að það sé hringt frá dekkjaverkstæðunum og sagt að ég koma að skipta dekk þegar komið vetur eða það sé skipta dekk þegar komið sumar. Skilurðu? Þetta á minni ábyrgð. Ég ákveð á þessum tíma að fara í þessa aðgerð hvort sem ég kosta mig í gegnum hana sjálfur eða hvort að ég fæ að greidda niður að danska ríkinu svo í þessu tilfelli. En ábyrgðin alltaf mín. Algjörlega, fólki sagt þegar það fer í aðgerðinu og hvar sem það það fær upplýsingar á ársfresti þarf að gera þetta og hafa samband og svona. Það þetta enginn sem að fólk heilbrigðiskerfið hefur nú kannski alveg nóg annað að gera heldur en að hringi fólk að segja því að mæta. Já, nú sér í lagi með allan niðurskurð sem á sér stað í heilbrigðiskerfinu hér á Íslandi sem dæmi. En það gleymist oft í umræðinu sko. Ok, ég á fullt af peningum til þess að kaupa mig gegnum aðgerðina. Það þýðir það að ég ekki tilbúin til þess að leggja neitt á mig til þess að höfuðið fylgi með. Bara opna veski og teka aðgerðina en ég ekki tilbúin til þess að leggja það á mig að fylgja leiðsögninni sem fylgir því að hafa með eftir leiðsögn til þess að mér gangi vel í framhaldi. En það því miður þá þekki ég allt og marga sem hafa farið í gegnum þessa aðgerð sem ég og þú hafum farið í og þeir voru bara orðnir stórir aftur á nýju Íslandsmeti. Já, ég get alveg tengt við það. Ég þekki alveg nokkra svoleiðis líka. Sem rosalega sorglegt. Já, það nefnilega gallinn eiginlega innan gæsalappa við þetta að sko eftir þessa aðgerð sko fyrstu 2 árin fólk getur ekki gert annað en að léttast. Þú veist sama hvað þú gerir, sama hversu mikið þú sukkar, þú getur ekki gert annað en að léttast og þá getur það gerst að það fái fólk til að halda að þetta sé ekkert mál, bara ok, ég þarf ekki að gera, ég bara haldi áfram mínum sama lífstíl og svona en svo þegar efnaskiptin eiga að fara að setjast eða þess að kalla reset á efnaskiptin þá kannski missir fólk svolítið af því. Já. Og jafnvel ekki byrjað að hreyfa sig, þú veist, gera eitthvað annað heldur en það vant að gera. Eins og ég passaði mig gríðarlega mikið á. Ég fór út að ganga og svo þegar ég var komin á þann stað að geta farið að skokka þá fór ég þangað til þess að eins og stóð í bæklingum, þú þarft að hreyfa þig, þú þarft að stunda ákveðna hreyfingu til þess að húðin fylgi á eftir. Já, einmitt. Og það það sem að ég hræddist líka fyrir honum þetta stór. Mér langaði ekki til þess að vera með sko man boobs eða eitthvað skilur svoleiðis. Eina sem ég sá eftir sem betur fer, það var að skinnið á maganum á mér, þar sem ég var hvað breiðastur, það fylgdi ekki að hratt á eftir. Ég var alveg með lausa húð og svoleiðis, en ég fekk ekki lafandi, þú veist, skinn á brjóstum eða annar staðar, eða lærum eða höndum eða slíkt. En það var að því ég bara fylgdi ritualinu eins og ég kýs að kalla það. Ég bara hreyfði mig og ég gerði það sem ég var uppalagt að gera. Einmitt. En þú talaði það að þú bara strax á barnsaldri þróaði með þér matarfíkn og hún fylgir þér á fullorðinsárin. Svo ferðu í aðgerðina, kannski eflaust erfitt að viðhalda matarfíkn eftir svona aðgerð en samt, það maður veit aldrei. Hvernig það eins og við því að ofta tala þegar fólk með fíkn í eitthvað, ef það nær að losa sig við hana, þá kemur alltaf eitthvað, eða getur það gerst eitthvað, annað kemur í staðinn. Hvernig myndir þú segja með það hjá þér? Já, ég get alveg sagt þessu á því. Þú veist, þú spurði að það engin lygi, ein fíkn tekur við af annarri ef að maður með einhver sár sem maður tekur með sér inn á unglingsárin og þaðan upp í fullorðinsárin að
að þegar öll eru á botninn hvolft að þá var þunglyndi og misbrestur í skap og öðru slíku ekki endilega ofþyngdinni að kenna. En það var annar lítill púki sem sagði mér að það væri hugsanlega ofþyngdinni að kenna að ég væri eins og ég væri. Ég væri dapur þennan daginn og annað. En það var alkoholismi. Það kemur á daginn að sko þegar ég búin að vera 6-7 mánuði frá, það líða 6-7 mánuði frá því að ég fyrir gegnum þessa aðgerð að ég hef ekki neitt áfengis vegna þess að líkaminn gat ekki tekið við því. Að ég var farin frekar að stelast í það og taka svitanum og öllu því sem fylgdi að fá mér frekar einn áfengan drykk heldur en að nærast. Af því það var ekki pláss fyrir hvort tveggja. Og þarna í rauninni kviknar bara á eins og ég skilgreini það í dag, þú veist. Í uppvextinum þá ég með mér ákveðina meðvirkni, sökum aðstæðna á heimili. Meðvirknin verður þess valdandi að ég finn mér deyfilyf. Deyfilyf verður matur. Maturinn kallar fram einhverja þægilega tilfinningu sem að ég næ að bæla niður eitthvað sem að ég kann ekki að vinna úr, sem dýpra innan með mér. Þegar ég svo laus eða þegar ég get ekki lengur fóðra þann fíkil, að þá tekur við áfengið sem að í rauninni líka afleiðing meðvirkninnar. Það bara önnur fíkn eins og bentir á fóður. Og þar ég með mér áfram bara alkoholisman og ég fer að neyta áfengis í of miklu magni, ég fer að neyta áfengis daglega og það verður úr að ég játa mig sigraðan þegar ég flytt hér til Íslands, eða ári eftir ég flytt hér til Íslands, 2015, þá játaði ég mig sigraðan og hafði ekki stjórn lengur á drykkjunni. Og leita mér aðstoðar þar og fagna, ef að Guð lofar, bara 9 ára edrú mennsku núna á þessu ári, seinna á þessu ári. Virkilega vel gert. Já, þannig að til að gera langa sögu stutta, þá þetta nú það sem ég hef fram að færa í þessu, sko. Það tekur ein fíkn við öðru og maður má passa sig, sko. Margir vildu nú meina að ég væri farin í hreyfifíknina en ég var ekki alveg tilbúin til þess að samþykkja það. Jú, ég var duglegur og hef verið duglegur núna síðastliðin ára að hreyfa mig og farið í ultramarathon utan við að hlaupa alls konar, Laugaveginn og þess áttar en hreyfingin hefur einhvern veginn að halda bara minni geðheilsu stabíli. Já, algjörlega. Og líka þannig eins og maður þekkir með fólk sem einmitt áfengis vandamálum að stríða að það oft mjög seint sjálft að átta sig á því að áfengið sé í rauninni vandamálið. Já, og sjúkdómurinn alkoholismi bara þannig þenkjandi. Hann segir þér actually að það sé allt annað að í lífinu heldur en actually sko áfengisfíkn. Það bara svoleiðis. Það bara þessi bóki sem alltaf að selja já, þú borðar of mikið. Já, þú hreyfir þig of mikið. Já, þú spilar í spilakössum of mikið. Eða hver sem fíknin kann að heita. Kynlífsfíkn eða bara nefndu það. Já. Alkoholismin bara þannig þenkjandi. Hann bendir á allt annað heldur en það sem actually Þannig að þú tekur annars undir þau hjá eftir þú sagðir áðan þetta með að áðurinn ferði aðgerðina, þá ertu svolítið að hugsa bara það allt betra þegar ég búin að fara í þessa aðgerð, þeir eru búin að léttast. Já, einmitt. Púkinn á eftirnámi sagði mér það að ef ég færi nú í þessa aðgerða þá það nú lífið bara miklu betra, sko. Já. En raunin var samt ekki svo. Jú, það var léttara, ég gat farið að reima skóna mína með góða móti að þess og ég gat farið út að hlaupa og ég gat farið, þú veist, í fatnað sem að svona var hægt að kaupa í búðinni meðal, þú veist, þessar almenningsstærðir, skulum við kalla það, en það tók bara annað við og ég búin að uppljóstra ykkur það að ber að varast það og ég hef heyrt fleiri dæmi en mitt eigið að alkoholismin hafi tekið völdin eftir að menn hafi farið hvort
hvort sem það í gastric bypass eða ermi. Já, nákvæmlega. Einhvern veginn hefur meira heyrt þetta geti verið með sko hjáveituna af því að þarna eru sko hvernig á maður útskýrt það er bara breyting á görnum það er náttúrulega smágirnin, smáþarmar, það er náttúrulega sneitt frá hjá 90% af þeim, rétt eins og magaseknum þegar við förum í þessa aðgerð, skilurðu. Þannig að þú þarft rosalega lítið til þess að fá vímuna eða fá áhrifin, vegna þess að það er ekki þetta niðurbrotsferli sem á sér stað í smágirninu. Nei, einmitt. Og ég hef alveg heyrt það að fólk hefur alveg talað um það. Þetta er rosa lúxus, ég þarf að drekka svo lítið núna eftir ég fór í þessa magaermi, sko. Ég finn bara á mig strax. Já. Þú veist, maður hefur heyrt alveg þessi. Já, algjörlega. Hvað myndirðu segja sem þegar þú hefur sleppt samt aðgerðinni og ef það hefur verið hlutur sem hefur ekki verið inn í myndinni hjá þér og svona, og þetta lýsa því hvað heldur þú væri í dag án aðgerðinnar? Já, þetta er rosalega stór spurning, því að náttúrulega maður veit ekki sína ævi fyrir en öll hver dagur telur, nýtt augnablik og nýjar minningar. Já. En sko, eins og var fyrir mér komið þarna, ég var orðinn alveg rosalega þungur andlega þegar að ég tek þessa ákvörðun að fara þarna og það er hægt að sjá það bara á myndum hvað ég er þungur til augnanna og baugar og þú veist, ég er bara ekki góðum stað þarna, sko. Já. Ef að þetta hefði ekki orðið lausnin á þessum tíma, þá er ekkert vissum að ég sé að væri hérna með ykkur í dag, sko. Ég geti alveg hafa farið, sko, hamförum í drykkju bara út í Danmörku eins og ég var orðin slæmur, ég var orðin dagdrykkjumaður þar, þó ég væri að sinna vinnu og öðru slíku, en þá var þetta farið að þvælast fyrir mér. Já. Og hver veit nema maður væri bara komin 7 fetin undir vegna þess að alkoholismin minn hefði farið með maður þangað sem er oft raunin nema menn taki á því. Ég myndi ekki útiloka það, satt best að segja. En ég held að aðgerðin var klárlega mind opener fyrir mér fíkn í generalt. Já. Bara yfir höfuð, sko, að ein fíkn fóður á aðra fíkn eða fíknistöðin í höfðinu á okkur, hún virkar á svo margan hátt. En já, það komin nokkuð mörg ár síðan þú ferði þetta ferli allt saman. Sko, er eitthvað svo hefði viljað gera öðruvísi með aðgerðina? Eitthvað svona, fyrst er þetta bara að hafa allt saman gengið vel? Sko, þetta hefur gengið mjög vel af því að eins og ég sagði fyrr í samtalinu og ég fór algjörlega eftir bókinni og ég fór fljótlega í það að segja sjálfum með það þegar ég var boðið í fermingarveisluna með öllum rjómatertunum eða allar rjómasósutun og allt þetta á þessum tíma. Ég bara tók þá stefnu að segja við sjálfa mig, þú veist, Rabbi, þú ert búin með þennan skammt í lífinu, þú ert búin með þennan kafla. Nú ert þú bara að byrja nýjan kafla. Ég þurfti svolítið að tala mig út úr aðstæðanum og geri þú veist, ég þarf ennþá að beita mig ákveðnum aga til þess að halda þeim lífsstandard sem ég hef öðlast. Já, einmitt. En ég sko, eina sem ég sé eftir ef ég á að telja upp eitthvað, þá sakna ég þess mest að geta ekki borðað jafn mikið af skyri og mig langar til, sko. Því að mjólkurvörur fara bara einfaldlega ekki vel í mig og hafa aldrei gert frá þessari aðgerð. Sko, þannig að það er ekki að heyra samt svona þegar maður ræðir við, það er ekki neinn eftirsjá með það að hafa farið í aðgerðina. Bara ekki með nokkur einasta móti. Ég bara afar þakkláttur fyrir að hafa stigið þetta skref í mínu lífi þarna fyrir 13 árum síðan. Þetta var klárlega gæfuspor í mínu lífi. Sko, það er oft talað hérna á Íslandi, sko, fordóma í heilbrigðiskerfi. Varstu eitthvað var við svoleiðis í heilbrigðiskerfinu í Danmörku? Ekki á nokkurn hátt. Ekki á nokkurn hátt, nei. Nei. Ekki á nokkurn hátt. En Rabbi, hvernig er annars bara lífið í dag? Já, lífið í dag.
það einfaldlega bara algjörlega dásamlegt. Ég hef búin að takast á við, þú veist, ofþyngdina, ég hef búin að takast á við áfengið, ég sagði skilu við nikotín fyrir rúmum 3 árum síðan líka. Ég hef búin að taka háskólanám og var að skila lokaritgerð núna bara rétt í því sem við byrjuðum þetta samtal, ítti ég á send af lokaritgerð og komið með ég að fara að útskrifast með stjórnum með BA í stjórnum ferðaþjónustu og móttöku gesta. Þetta bara draumur sem að ég óraði ekki fyrir að ég gæti látið verða veruleika. Ég á yndislega konu, ég á yndisleg börn, ég á 4 mér blóðborin og 1 skáldóttir og ég á 4 afastráka. Lífið bara dásamlegt og ég fagna hverjum deginum sem ég fæ. En Rabbi, sko, ég hef aðeins komið inn á því í þáttunum að hef gengið tölur þetta verð að fá kallmenn til þess að segja sögu sinna hér. Var ekkert mál fyrir þig að vilja stíga fram? Nei, bara ekki á nokkurn einasta hátt. Alls ekki. Svo lengi sem ég get látið gott af mér leiða þá ger ég það. Ég held að það skili bara bestum árangri að vera sjálfum sér trúr og gefa af sér. Já, algjörlega. Það má ekki hljóma þannig í samfélaginu eins og offita og það að fara í svona aðgerð sé eitthvað sem bara konur geri. Nei, alls ekki. Og þú veist, ég hef alveg fengið spurningar á vinnustöðu, þú veist, hvernig var að fara í gegnum þetta og svo framvegis, sko. Og ég svara bara opinskátt og ég get talað fyrir opnum tjöldum með engum fyrirvara því að feimnin engin þegar það kemur að þessu. Rafn Heiðar Ingólfsson, Rabbi, kærar þakkir fyrir að segja þína sögu. Gunnar Ásgeirsson, þakka þér fyrir að leyfa mér að segja mína sögu. Virkilega áhugaverð saga hjá honum Rafn Heiðar Ingólfsson sem fór í gegnum magahjáutu, gegnum danska heilbrigðiskerfið. Og áhugavert sem hann segir líka að stundum það þannig þegar fólk í einhverju yfirþyngd þá heldur mann stundum kannski það leið og yfirþyngdin farin þá sé öll vandamál úr sögunni. En það bara alls ekkert alltaf þannig að bara það eitt að fara í svona aðgerð og maður léttist að það sé öll heimsins vandamál úr sögunni. En þetta hlaðvarpið Litli Mallakúturinn og sjálfur heiti ég Gunnar Ásgeirsson. Ég þakka bara kærlega fyrir mig í dag og enn og aftur minni á netfangið gunsi@gunsi.is ef þú vilt segja þína sögu hér í þættinum. Svo má þetta bara senda mig líka skilaboð á Instagram ef ykkur finnst það betra. Það hefur verið að færast aukana, fólk skrifir mig bara þar. En svo bara heyrustu aftur næsta þriðjudag. Takk og bless í dag.